fylkisins A. Ok, nú ljóst að geta ekki öll eigingildi haft svona vigur, geta ekki öll fylki haft svona einvigur. Segjum til dæmis við séum með þetta hérna fylki. Nú, þetta fylki könnumst við kannski við sem fylkið sem tekur vigur x og varpar yfir ax og það sem gerist þegar hann varpar hann yfir, hann snýr vigurunum rangsælis 90 gráður. Þannig einhvern vigur x hérna, þá ax 90 gráður snúningur. Nú, það ljóst af þessu við getum ekki tekið einhvern raungildan vigur og látið virka á hann og fengið út fastamarkvalda vigurinn sem við byrjuðum með. Þannig að hann alltaf snúa 90 gráður. Munið að eiginvegurinn alltaf einhver vegur sem ekki 0. En hvað ef við leyfum tvinntölur? Nú, þá þetta að sýna fram á. Ef við segjum, við tökum til dæmis vegurinn 0 mínus 1 og 0 fylki mitt. Hvað ef ég margfalda þetta með vegurinnum 1 og mínus i? Margfalda upp á sveguna fæ ég 0 mínus i, sem sagt i, og 1 pluss 0. I og 1. Þetta alveg það sama og segja i sinnum vegurinn 1 og mínus i. Munið að i öðru mínus 1. Þannig að hér að sjá við að lambda 1 jafnt á i með eiginvegurinn p1 jafnt á 1 og mínus i virka sem eigingild og eiginvegur fyrir þetta fylki A. Nú, sömuleiðis hægt að finna annað eigingild og annan eiginvegur. Og það kemur ljós að þetta alltaf samokkatala hins eiginvegurins, þannig að þetta 1 og i. Margfalda þetta saman þá fæ ég mínus i, ég fæ 1, sem sem sagt mínus i sinnum 1 i. Sér svona. Þannig að lambda 2 mínus i og p2 1 og i. Og þetta eigingildi og eiginvegur fyrir fylkið A. Nú, það eru ákveðnar upplýsingar í þessum eigingildum og eiginvegurum alveg eins og þessum raungildu. Og við finnum þau með að leysa nákvæmlega sömu jöfnur og þau verðum að finna raungild, eigingild og eiginvegur. Og við skulum pröfa að sjá bara dæmi. Hérna með fylki. Það 0,5, mínus 0,6, 0,75 og 1,1. Og við ætlum að finna eigingildi og eiginvegura. Við ætlum að byrja á að taka hérna 0,5 mínus lambda og mínus 0,6, 0,75 og 1,1 mínus lambda. Tökum þessa ákveðu, þá fæ ég 0,5 mínus lambda sinnum 1,1 mínus lambda pluss 0,75 sinnum 0,6. Og ég reikna upp úr þessu, þá fæ ég annarstigs margliðuna lambda í öðru mínus 1,6 sinnum lambda pluss 1. Nú, þetta jafnt á 0. Ef lambda jafnt á mínus b, það 1,6, pluss mínus rótin af b í öðru, mínus 4 sinnum a sinnum c, a og c bæði 1, deilt með 2 sinnum a, sem 1. Og hérna fæ ég þá 1,6 pluss mínus rótin af mínus 1,44, sem við getum náttúrulega ekki gert ef þetta á að vera rauntala, en við leiðum tvinntölurnar. Þá segi ég bara þetta það sama á rótin af mínus 1 sinnum rótin af 1,44 og rótin af mínus 1 i. Þá fæ ég 1,6 pluss mínus i sinnum rótin af 1,44 deilt með 2 og þetta verður svo mikið sem 0,8 pluss mínus 0,6 sinnum i. Þannig annað eigingildi 0,8 pluss 0,6 sinnum i og hitt eigingildið 0,8 mínus 0,6 sinnum i. Og svo alltaf þegar við fáum hérna mínus undir rótin í þessari formúlu, þá erum við með tvinngild eigingildi. Takið kannski líka eftir því að við fáum alltaf samungatölur sem eigingildi. Og þessu hérna pluss mínus þverhlutin. Ok, við ætlum að reikna eiginvegra. Ég ætla að láta nægja í hérna að reikna út fyrir lambda 1 jafnt á 0,8 pluss 0,6. Við reiknum fyrir þetta.
við segjum, fylgi mitt er 0,5 mínus 0,8 pluss 0,6 sinum I, fá mínus 0,6, fá 0,75, og 1,1 mínus 0,8 pluss 0,6 sinum I, svona. Þetta sinnum x y getum við sagt, það er eftir 0. Ok, við þurfum að leysa þetta jöfnuhneppi þar sem að stuðlarnir mínar eru tvinnutölur. Ég fæ þess að úr efri jöfnu, þá fæ ég mínus 0,3 mínus 0,6 sinnum I sinnum x1, ég er búin að taka hérna saman raunhlutana, er jafnt og 0,6 sinnum x2. Nú, ef ég einangra x1 í þessari jöfnu, þá er ég með 0,6 deilt með þessari tvinntölu þarna. Og til að reikna út þessu, þá myndi ég margfalda hérna með samangatölunni, mínus 0,3 pluss 0,6i, og hérna mínus 0,3 pluss 0,6i, afsakið hvað þetta er sveifla sett upp hérna. Þetta verður svo mikið sem niðurstan verður mínus 0,4 pluss 0,8i. Svona. Nú, skulum skoða hvað neðri jafnan gefur okkur. Og segðu, þetta á að vera, já, sinnum x2. Þannig að x1 er svona með x2. Neðri jafnan gefur okkur að 0,75 sinnum x1 á að vera jafnt og 1,1 mínus 0,8, þess að 0,3 í pluss, og svo mínus 0,6i. Sinnum x2 og já, ok, nú er ég að kalla þetta x1 og x2, skulum breyta hérna þetta hér er x1 og x2 bara svo þessi samræmi við það sem kemur eftir. Ég ætla einangra aftur x1 hérna í þessari jöfnu, það er 0,3 mínus 0,6i deilt með 0,75, það er öllu auðveldar en reikningurinn hérna fyrir ofan. Ég fæ svo mikið sem mínus 0,4 pluss 0,8i. Og segðu, nú er þetta ekki alveg samræmi við það sem stendur hérna. Ég hef glemt hérna einu mínus hérna, þessum hérna mínus. Þannig að þá passar þetta hérna við þetta verður þessi sinnum x2. Þannig að þetta er að gefa mig sama sambandi þessar tvær jöfnur hérna. Ég set upp eiginvegur minn. Það verður þá P1. Við skilgreindum reyndar ekki hérna fyrir ofan hvað væri lambda 1 og lambda 2. Það er mikilvægt að gera það. Skulum bæta úr því. Lambda 1 er þá 0,8 pluss 0,6i. Og lambda 2 er 0,8 mínus 0,6. Sér svona, höfum númeraröðuna á þessu svona. Og ég er nefnir lambda 1, þá er það P1 sem ég var að finna hérna. Þannig að P1 er, nú þegar ég læt x2 vera 1, þá þarf x1 að vera þessi tala hérna, mínus 0,4 pluss 0,8i. Svona færa aðeins til hérna svo hann verið finni. Nú, ég gæti líka valið til að vinna með heiltölur, að kalla þetta frekar P1 er jafnt og margfalda með lengja með 5, þá fæ ég mínus 2 pluss 4 og 5 hérna. Svo svona, þannig að tökum hann í staðinn. Báðir virka. Og nú gæti ég pröfað að reikna a P1 og sé að það gefur mér akkurat lambda P1 og svo á algjörlega tilsvarandi hátt, þá getum við fundið P2. En skulum pröfa að byrja að reikna bara þetta hér og við segjum bara P2 finnum bara algjörlega tilsvarandi hátt, ég ætla ekki að fara yfir það útreikninga hér. Pröfum að reikna a P1. Það er að reikna sérst a fylgi mitt, það byrtist hér, sinnum P1 vegurinn minn, mínus 2 pluss 4 og 5 og ég reikna út þessu, þá fæ ég svo mikið sem mínus 4 pluss 2 og 4 pluss 3. Nú er þetta það sama og lambda 1 sinnum P1. Til að finna út úr því, þá þurfum við eiginlega bara að reikna það út. Það er ekki svo auðvelt að taka hérna út fyrir sviga eins og var. Þannig að ég segi lambda 1 er 0,8 pluss 0,6. Þá fæ ég mínus 4 pluss 2, 4 pluss 3, sem er akkurat það sama á AP1. Þannig að þetta er
eigingildi og eiginvigur, þetta sem ég var búin að finna. Ok, þannig að sjáum, það er í raun og veru engin munur á hvernig við finnum eigingildi og eiginvigra þegar þau eru tvinngild og þau eru að segja okkur alveg mikið af þessi raungild.